Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn á N4 og við ætlum að enda þáttinn á leiklist. Það eru komnar til mín Kolbrún Lilja Guðnadóttir, leikstjóri, og Elísabeth. Nú eru þú að botna nafnið. Ása Eggers Heimisdóttir. Velkomin, og þú ert aðstoðarleikstjóri og formaður leikfélags VFMA og Guð veit hvað. Bara allt annað. Og að jafna eftir flensuna. Já. Já. Heyrðu, velkomnar og bara til hamingju, það er frumsýning helgina. Jep. Á hverju? Hvað viltu segja okkur? Herðu, það er frumsýning á leikritinu Tröll. Já. Og við ætlum að frumsýna það í Hofi. Það hefur aldrei verið sýnt á þér? Nei, þetta er held ég fyrst skipti sem við sjáum þetta í leikhúsi, sko. Þetta er náttúrulega mjög fræg mynd, svona Trolls-myndin. Já. Og þetta er alveg rosalega litrík og skemmtileg sýning og skemmtileg mynd og þetta eru lög sem við þekkjum öll og partí fyrir alla, myndi ég segja. Það er ekki hægt annað en að dansa bara í sætunum sínum. Gaman. Og hérna á sunnudaginn? Já. Í Hofi, í stóra salnum, 500 manna. Já. Og þið eru bara búin að selja, 4 sýningar? Já, það er bara verið uppselt að síðustu 2. Já. Það er verið að opna þarna efri hæðin eitthvað aðeins meira og tróða fólki? Já. Og það er ekki eins og búið að frumsýna. Er þetta ekki dálítið magnað? Jú, þetta er dálítið magnað og það er engin pressa og þetta er mjög gaman og ég er ekkert stressuð. Nei, ég sé það langarlega, nei. En þið eru búin að vera að renna í Hofi, komin inn, tæknin og leikmyndin og allt að smella. Og það var reynslu í gær? Já, reynslu í gær. Það gekk alveg rosalega vel í gær. Það gekk svona fullkomið, við erum á fullkomnum stað. Það voru svona tæknimál og skiptingar og eitthvað svona sem að koma. En sko, þessi hópur sem ég fékk er bara, sko, ég ætla ekki að tala mikið það því ég fyrir bara að grenja. Ok. Hann er svo ég ætla einmitt að segja, tölum aðeins hópin. Þetta eru allt krakkar úr VFMA. Já. Og hvað er þetta stór hópur? Þetta er í kringum 30 manns alls. Já, á sviðinu eða bakvið út allt, eða þess að? Bara allir saman. Í hópin, í heildina. Já, þetta eru 10 leikarar og restin er baksviðs. Og það er ekkert allir sem í Hofi og eru 20 krakkar sem eru búin að hjálpa okkur bara frá því við byrjum. Þið eru búin að líka vera duglega að minna á ykkur alveg frá því snemma í haust, er það ekki? Er það svona alveg bara útpæld markaðsherferð? Já. Búin að vera að birtast á Glerártorgi og hér og þar? Heldur betur, ég held að þetta sé nú allt útpælt, sko. Já. Kom ekki nálega þessu. Nei. En jú, það voru pröfur hjá okkur í október, 8. október. Og svo bara er þetta búið að vera að gerast bara síðan þá. Við bara fórum beint í hóp og ég var með námskeið fyrst bara til að sjá aðeins hvernig hópurinn er og hvernig þetta er og svona. Svo kastaði ég bara í nóvember held ég eitthvað svoleiðis og þá bara fór allt á fullt í Glerártorgsatriði og í búningum og kollum og þú veist, þetta er bara, ég er bara amazed, ef ég má segja það. Það má sletta. Hvað þetta er búið að vera frábært. En þá er svona mikil kunnátta greinilega til staðar í verkmyndaskólanum. Þið kunnið að setja upp bara stóra söngleiki og bara allt sem til þarf. Já. Og hvernig, ég meina, svo klárið þið og einhverju að taka við það. Væntanlega er alltaf einhver svona samfélag, þið getur alltaf látið upplýsingarna ganga og fólk þá, það er enginn að byrja alltaf á byrjunarreit einhvern veginn. Nei. Þessin er leikfélagið og við erum núna stækkað alveg hrikalega. Við fórum úr 3 manneskjum yfir í 10. Vá. Og er það til að koma þekkingunni fram. Já. Og við reynum að fá nýnemanna inn. Er það þá í stjórn leikfélagsins? Já. Og við erum að reyna að fá nýnemanna inn til að þeir geta tækið við. Svona ég er útskrifuð og við erum öll að reyna að komast út úr skólanum. Já. Þú ert sem sagt útskrifuð? Já, ég er sem sagt útskrifuð. Tók áfanga til að vera bara í leikritinu. Þetta er svona. Þetta er svona metnaður, sko. Ég er svo ánægð með þetta. Og ég minna, sérðu fyrir þér hvernig þetta getur þróast? Ég minna, ert þú þá strax farin að hafa svona kittlar þið fyrir næsta leikar nú þegar, eða? Já, pínu. Svona. Ætlarðu að skráða í annan áfanga til það? Nei. Ég held ég komi bara inn, kannski að mér er þörf á. En Kolla, þú ert hérna bara lent hér einhvern veginn á Akureyri, en ert frá Selfossi. Já. Hvað er að frétta? Hvað er að gera hérna? Hvað gerðist? Herðu, ég er svo mikið fiðrildi, sko. Ég hef einhvern veginn aldrei getað verið mjög lengi á sama stað. Nei. Og þannig að það var komin bara eitthvað svona smá útlandaþörf í mig. En ég var ekki alveg tilbúin til að fara til útlanda aftur. Út af kolefnissporinu þá, eða? Já, algjörlega út af umhverfinu. Þannig að ég kom hérna norður 1 viku, leigði mér eitthvað hús bara til að vinna og skrifa og gera og græja og svo þegar ég var að keyra heim þá fekk ég svona
svona eins og þegar maður er að fara frá útlöndum, sem ég var ekki tilbúin til að fara. Ég var bara, vá, hvað væri nú gott að búa hérna. Og svo bara, af hverju ætti ég ekki að búa hérna? Þannig ég bara á einni viku var ég bara búin að ákveða að ég ætlaði bara að flytja til Akureyrar. Akureyri þessi sitt. Ég ætlaði bara að vera í 1 ár. Það var í febrúar fyrra og það kom mér 1 ár í búin að framlengja leigusamning. Þannig ég verði eitthvað áfram. Þú ert ekkert að fara, við erum ekkert að missa þig. Nei, ég fekk svo góða vinnu í sumar. Já, ég veit það. Það var svo frábæra kaffihúsi sem heitir Hælið og er í Kristnesvík. Segðu. Þannig að þræðir þínir liggja víða, þú kemur víða við. Og ert leikkona. Já. Og varst hérna líka í Hofi í fyrra, það ekki? Já, ég kom beint inn í... Einu ástæðan fyrir því sem þú komst hérna? Já, ég kom beint inn í verkefni hjá Pétri Guðjónssoni, fullkomin brúðkaup. Fór svo að vera að leika með Leikfélagi Hörgdal og búin að vera svona að tróða mér alls staðar sem ég kemst og tróða mér í þetta og bara gengur vel. Bara tróddu þér í sem flest. Já, er það ekki? Gott að hafa þig. Takk kærlega fyrir að koma og segja mér frá Tröllum sem verða frumsýnd á sunnudaginn í Hofi. Alltaf verða uppselt, búið að bæta við aukasýningu, þannig að endilega... Þannig það er miðasala á mag.is og ég myndi vera fljóta ná mér í miða. Ég myndi líka vera þetta fljóta, tryggja mig miða. Og við ætlum að enda þennan þátt, takk fyrir komuna, poi. Svo ætlum við að enda þennan föstudagsþátt á atriði úr verkinu og viljið segja kannski eitthvað aðeins þetta atriði? Því ég veit ekki hvað atriði þetta er. Ég held bara, ætlum bara að segja sem minnst. Láta myndina bara, láta verkin tala. Kannski kíkja einhverju karakterar á okkur, aldrei að vita. Þannig ætlum við að enda þennan föstudagsþátt. Takk kærlega fyrir að horfa. Sjáumst að viku liðinni. Verið þið sæl. Bragi, sjáðu! En má ég bara kíkja eitt lag? Spöggarnir mega ekki heyra í okkur. Hvað? Má ég bara kíkja eitt lag? Það sé spennandi að fá sér í gilna mikrofón. Allt í lagi, 1 lag og síðan förum við heim. Ég ætla auðvitað að reyna, því allir treysta á mig. Á ferðalagi verði eins og yfirgefin sá, arka gegnum þykkan skóginn til að frelsa vini mína. Ég spyr, er það eitthvað mál? Þegar þig vil ég fæ að sjá og fyrirlinn á að aðfjóta hjá. Margt undarlegt ég það horfi á, nú held ég áfram ef ég má. Svo fullkomið er mitt ferðalag og mín fallegustu lög ég syng í dag. Því lífið ég fer með léttum brag. Já, lífið verður draumur, dansa á rósum og dans í fögrum ljósum, ég mun gleðin á. Já, ég vil líka uppgjöf sjá, því ánægjuna mun ég fá. Og þó að niður í brotni skal ég ná mér upp á ný, því þó eitthvað fari fyrir bí, ég fer með léttileika að breyta því. Og þó að niður í brotni skal ég ná mér upp á ný. Ég næ mér upp á ný. Já, öryggi mitt hefur ennþá völd og áfram held ég bæði svöl og köld. Já, spenningurinn verður mér til meins, ég man ekki annað eins. Nú lendi ég í ótal ævintýrum, á regnboganum renn ég, á leiðindunum ég lendi í, þá læri ég bara að taka því. Nei, birtan bíður mín í brosi, því að sólin á mig skín. Já, ég vil líka uppgjöf sjá, því ánægjuna mun ég fá. Og þó að niður í brotni skal ég ná mér upp á ný, því þó eitthvað fari fyrir bí, ég fæ með léttileika að breyta því. Og þó að niður í brotni skal ég ná mér upp á ný. Ég næ mér upp á ný. Ég er góð. Og þó að niður í brotni,